Góða kvöldið, ég bið ykkur afsökunar. Það var hérna pínlítið feedback í græfunni hjá okkur, þannig að það ílaði öllu. Og tæknimaður minn að sjálfsögðu heima að læra, en hann samt að fylgjast með og fljótur að benda mér á þetta. Þetta það getur ekki verið skemmtilega starra lið sem að KF fær í kvöld. Undir Íslandsmeistarana hjá KF, valið maður í hverju rúmi. Ábyggilega hungraður í að taka góða sirpu eftir tapið í Evrópukeppninni. Þeir þá áttu kannski að vera létt æfing svona áður en þeir halda til Tyrklands á sunnudag eða mánudag. En ég ætla nú að vona að strákarnir okkar í KF sýni nú smá svona hungur og baráttuvilja. Fyrir mér þetta bara win-win situation, eins og það segja á slæmri ensku. Við þurfum ekki að gera neitt annað en að sanna fyrir sjálfum okkur að við getum spilað körfu á móti góðum strákum. Frú dómarar í kvöld reyna ekki að verri endanum, Sigmundur og Björgvin. Þannig að við Ísvíkingarnir geta hægt að væla og reynda að njóta þess að vera bara röflausir í kvöld. Þessi minn, nú geta leist þessi dæmi sjálfur. Það er auðvitað verið að blogga hérna við hliðina á mér og leiði þið tala, mér finnst það nú alveg frábært sko. Minna þessu skemmtilegu tækni. Þá voni allir sér tilbúin, ég er tilbúin, allir tilbúinir. Joss tekur upp, boltinn er klafi, Afi kemur upp, setur upp kerfi. Joss á móti Birgi Birni, gefur yfir Afi fyrir léttilega frammi og skorar 2 stig. Þetta var frekar einum áðurvert. Róbert kemur upp með boltan, Afi á mótunum. Serbian. Gott skrín, Bojan, Þórir. Birgi Björn. Serbian, 5 sekúndur 4, Serbian tekur skot, hittir ekki. Helgi með frákasti, ætlar ekki á skarpinn, náði því ekki. KF inn í sendinguna yfir Róbert, Bojan. Serbian, Róbert í þrist, hittir ekki. Helgi með frákasti, Afi geist yfir völlínina. Þetta er léttilega framhjá, þetta er einum og það þarf að draga sig aðeins frá Afi. Afi er fljótur í þessu fyrsta skrifi sína, gríðarlega. Hálfklauvel til Serbian, hann séð bara pínlítið taugastyggusni í byrjun. Úps, fallegt. Allir klára 4-0. Róbert kemur upp. Úps. Afi á mótunum, fín vörn hjá Afi. Þórir, Serbian, Birgi Björn er framhjá Joss. Í skrifin, allt í lagi, ágætis tilþrif. Erfitt svona fyrst, þeir eru að reyna að koma sér inn í leikinn. Afi, Joss, Afi. Hann er nálægt. Þetta er skref líka, ok, það geta fleiri skrefar. Birgi Björn tekur á boltanum að hliðarinni á bekknum á KR. Gefur á Róbert. Serbian, Afi til varnar. Serbian. Bojan alla leið. Sjálfsögðu. Fallega gert. Helgi. Afi framhjá, tekur skot. Nei, yttir ekki.
Helgi líka boltan. Skarphéðinn Inga gefur inn á Bóma, þetta var mjög fallegt. Auðvelt, engin vörn, 6-0. Bojan. Róbert nær frákastinu upp. Tekur á Þórir í þrist. Hittur ekki. Birgir. Óheppinn, steig á línu. Birgir er alveg ákveðinn að sína í kvöld að hann hefði alveg skilið að fá að spila mínútur. Þetta er of einfalt, strákar mínir. Þeir komast alltaf auðveldlega fram hjá strákunum okkar. Þeir þurfa að hreyfa fæturnar, ekki bara hausinn. Sex 0, 3 mínútur liðnar á fyrsta leikhluta. Birgir Björn, Róbert stilur upp, Serjan dræfar, Bojan þrist, fallegur. Já, 2-8, góður ekki sterk í þetta. Við hann er að stíga línuna. Nei, þetta var þristur, 3-6. Þetta er alltaf einfalt. Þetta er það sem KFÍ þarf sárlega að laga hjá sér að varnarleikurinn. Það vantar ekkert að við getum alveg spilað sókn. Þórir. Serjan. Fallega gert hjá Serjan, allarlega hverju. Fallega gert. Fallegt samspil, Serjan og Birgir Björn. Staðan 5-8. Afi tekur boltann inn, Joss. Afi kemur upp völlinn. Stillir upp. Skarphéðinn. Helgi. Sér líklegan. Fótur. Afi. Ágætis skot, Serjan tekur hann upp. Þetta er allt og kærulaust. Tapar bolti á Serjan, klaufalega gert hjá honum. Þórir fyrir upp. Bojan. Serjan. Birgir Björn. Bojan. 8 sekúndur á klukkunni, Serjan. Bojan í tvist. Onni, auðvitað. 7-10. Það var 5 mínútur búnar að fyrsta leikluta. Afi fyrir upp. Þetta var... Ekkert við þess að segja. Setur löppina fram. Villa. Serjan komið 2. Afi með boltan, inn á Joss. Afi í þrist. Hittir ekki. Pálmi tekur frákastið. Enginn í frákastið okkur. Þórir kemur upp völlinn, hægra megin. Pálmi á móti. Birgir Björn. Serjan í þrist. Birgir Björn boltanum, þetta er Villa. Fín bara þegar Bigga, hann er að nota skrokkin í þetta. Joss, Afi kemur upp völlinn. Helgi Már. Inn á Joss. Hann ætla hann ekki skora. Ágætis illa. Þetta er fína fyrir sér. Fjóra 31 eftir á fyrsta leikhluta. Joss á línunni.
Kristoni 7-13 fyrir KR. Seinna skotið sömu leið 7-14, helmingsmunur. Panse kominn inn á, Bojan, Panse, Róbert, Þórir, fallega gert. Panse, Þórir og Bojan. Æjæjæjæj, aðeins og seint þarna. Afi upp völlinn, Panse til varnar, Josh. Afi. Það er fallega gert hjá honum, gríðarlega skemmtilegu drengur. 7-16. Panse á Bojan. Birgir Björn. Panse. 10 sekúndur á skotklukkunni. Panse í þrýst. Ekki. Ef verið að hætta þessu, láta boltan þar inni. Þetta var frábær karfa, maður. Það var svona villulíkt af þessu, en hann bætaði með því að hann skoraði bara. Það segir þetta hugur en þetta var svona nett sending. En nú ofan í fóran, helvítið flott skot. 7-18. 3:26 eftir fyrsta fjórðung. Já, fyrir það sem er að horfa að útsendingu þá vendi ég á að það er hægt að blogga hérna til okkar. Nei, eins og til að svara spurningu hér á blogginu þá er þetta ekki alveg sem að úa þegar að Baldur skoraði yfir völlinn. Nei, þetta var nett hjá honum, en þetta var ekki Dala Baldur, sko. Það þarf að gera mikið betur en það til þess að ég úi alveg gjörsamlega. Robert Panse með boltan hérna. Panse upp. Bojan. Helgi spila góða vörn á hann. Birgir Björn. Gáðingarnir að spila góða vörn. Gáðistrákarnir ekki hvað að gera. Robert. Alla leið. Hittir ekki. Tekur sjálfur og skorar. Fallega gert, Róbert. 9-18. Afi hérna upp. Pálmi. Josh, allar í skotið. Hætti við. Nutta sér inni. Og Pálmi. Afi, alla leið. Auðvitað. Allt og létt. Þetta er allt og létt. Það er alltaf að koma þessi drengi, sko, þeir eru ekkert brothættir. Panse, alltaf að vega gegn, hittir ekki. Þarna kom einsi. Þetta var ekki alveg nógu gott, þetta átti að vera svona pínlítið sjó hjá Josh, Afi. Já, Ingólfur, þetta er bæjarstjórinn og mér sýnist að það sé bara Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn sem sitja hér á fremsta bekk. Gísli Halldór og annars er ég nú bara að horfa á leikinn, sko. Bojan. Fallega gert hjá honum, hittir ekki, þetta var létt skot hjá honum. Pínur létt skot. Afi, Brynjar Björn, þristur, beint og niðurgla. Já. Þessi drengur gerir hitt, það er alveg á tæru. Eins gott að láta hann ekki komast upp með það.
Banse. Hendi boltanum á N1. Já, þeir eru ekki tilbúinir strákarnir okkar, það er alveg á tæru, þetta er algjört bust. Brynjar, hýttar ekki, Jóhann kom inn á, gefur á Brynjar er annars skot, hittir 25-9 KR yfir. Banse, Róbert, allt og þröngt, Banse, Birkibjörn og Bojan inn og það er villa. Sko, ég hlýt að vera svona ótrúlega vitlaus en ég finnst eitthvað eins og þetta er einfaldasta og besta leiðin í áttina að körfunni. Gefa boltan sér næst körfu, reyna að komast upp að henni. Ef það er ekki hægt, þá er það villa eða bara þú hittir ekki en þú ert allan að reyna. Í staðinn fyrir að svona reyna ég veit ekki hvað að segja, það er svona hálfléleg þryggjastaðskota sem er enginn í frákastinu og fá svo bara hraðaplöp í andlitið á sér. Það er svona það sem við verðum að gera til okkur og við þurfum að fara að hætta því. Við þurfum að fara að koma boltana meira inni og fá þessi auðveldu körfur. Hjalti er komin inn á fyrir okkur, Serjan, Bojan, Rist er komin inn á. Mér sýnist þetta að vera Darri sem tók skotið, hitt ekki. Og tók svo sjálfur frákastið og skoraði. Þetta var mjög farlega gert á hann. Hjalti Már, Banse, Bojan, Riste, Banse í þriggjastiga, hittur ekki, Brynjar með boltan. Jóhann og Josh, auðveld karfa og villa. Já, þetta þarf ekkert að kenna Josh, þetta gerði hann fyrir okkur hér þegar hann spilaði fyrir KFÍ og var með 37,2 stig meðaltal í leik og með minni 14,5 fráköst. Og við þurfum ekkert að vera undrandi við því að hann geti gert þetta ennþá, hann er ekki orðinn það gamall drengurinn. En vörnin er engin hjá okkur. 29 stig, það eru 10 sekundur eftir að fyrsta leikluta, 29-11. Með þessu áframhaldi þá erum við að tala 120 stiga leik á KR. Það kann ekki góðlöksstýra. Brynjar með síðasta skotið. Hann hittir. Nú get ég sagt, þetta var glæsilega þriggjastiga karfa hjá honum. Akkurat í buzzer. Og staðan 11-32. Já, þó við séum að horfa á hörmulega leik hjá okkur í KFÍ, þá getum við ekki annað en glaðst yfir þessum skemmtilegu tilþrifum sem við séum hjá Íslandsmeisturunum. Þeir eru með feikilega sterkt lið og er að sýna okkur hvernig á að spila körfuboltann. Þeir sækja mikið af körfunni, þeir fara mikið í sókn á frákastinn og láta boltan ganga og það er nú allt og sumt sem að þarf í góðan körfubolta. Það og að spila góða vörn. Og já, einhver minn varnarleikurinn hann hefur verið eftir bara heima held ég. Því að ég get ekki betur síðan að við séum 11 stig og KR með 32 og ég myndi svona að vera þokkalega sáttur ef 32 stig væru hálfleiks tölurnar sem við verðum að fá á okkur. En 32 stig í einum og fyrsta leikluta, það er bara ekki hægt. Mér er alveg sama hverjir eru að spila mót okkur. Við verðum þá allavega að sýna að við séum tilbúinir að taka pínlítið á þeim. Það er því ekki að gráta Björn bónda. Bara sækja. Bansi kemur upp með boltan. Gefur að Hjalta Bojan. Serjan. Bansi dræfar. Þið ætlar alla leið. Það er varið. Jóhann verið upp. Hjalta móti. Jóhann hittir ekki. Nær frákastinu. Þeir upp sjálfur aftur. Hittir ekki. Og það er Risti sinna þér.
Æ, það ekki allt að ganga fyrir Jóhann þessa dagana. Bojan, fallegur barátta hjá honum. Og þarna þessi ég að tala sem þetta hraðaflöpu. Þetta alveg afskaplega slagt. Þess maður geta að Ingo formaður, hann tók því svo illa, hafði vísað úr húsi í síðasta leik að hann fór alla leið til Reykjavíkur. Það þar núna. Situr þar fyrir framan tölvu í einangrunarherbyggi hjá einhverjum tannlækni. Við söktum hans, við söktum að vera ekki með öskrinir inn á. Einhver þarf að gera það. Og meðan ég er að röfla þá eru þeir strákarnir í KR að mala okkur. Þetta er hreint útsagt niðurlæging. Eins og er 11:36. Nei. Þetta var hárrétt. Þetta var og segir eiginlega bara allt sem segja þarf í þessum leik. Já. Ekki alveg sko. Það er hægt að fara í sóknarfrákastina en ekki ýta mönnunum frá í leiðinni. Það er bannað. Fyrst Panse upp með boltan, fallega gert hjá honum. Það vantar að fólk hreyfi sig hérna, biðja boltan. Panse, Hjalti á móti, Jóhann. Fallegur þrýstur á Panse. Koma, hvernig verðum við að kveikja bíðið? Nú þarf bara að spila vörnina. Ég veit alveg við getum skorað. En vörnin verður að vera til. Joss, finnst boltan út af. Ok, 14:36, 22 stig. 7:40 eftir að fyrir hálfleik. Serjan að rata leið, gerir það. Nýtur ekki. Æ, óöppinn hann það. Það falla ekki eftir á honum. Hann þarf bara að klára. Jóhann. Brynjar Björn í þrýst. Það má ekki skilja Brynjar Björn eftir. Það er alveg bannað. 39:14 fyrir KR. Ágætis æfing. Serjan. Bojan ætlar inn í. Villa, já. Jæja, ég get þá tekið eini maðurinn sem hefur verið virkilega að gera í þessu leik er Bojan. Hann má eiga það, hann er að berjast þarna undir körfunni. Serjan, fallegur þristur á Serjan. 17:39. Jóhann fer fallega fram hjá honum en það er Villa á Hjaltamár. Akkur að gera þetta? Ég sagði á fyrir leikinn og ég segja við ykkur hér sem eruð að horfa á og hlusta að Jóhann er bara þannig að þú gefur honum pínu lítið, hann skrefar oft og iðulega en þú klessir ekki þannig upp við hann að hann geti komið fram hjá þér í skrefinu, það er bara bannað. Þetta er alveg hörmung. Ég held að þetta sé 7. eða 8. tapaði boltinn og það er ekki komið hálfleikur. Svo ég sé 300 kíló, þá lofa ég því að ég myndi allavega að verða fyrir einhverjum að inn á vellinum og reyna átt að finna fyrir mér á þess að vera að berja hendurnar á þeim. Staðan stulli minni er 17:41 fyrir KR.
Jókst núna upp í 44-17. Þetta er algjör niðurlæging. Riste. Birgir Björn á þér frákastunni. Riste fyrir upp. Sveitar að fá ekki villuna. Ekkert að svekkja sig, halda bara áfram inn á frákastið eins og Birgir Björn gerir fyrir á Ítalína. Já, Stulli minn, ég minn. Þú hefur þó þá löglegu afsökun að þú ert við tölvuna heima og getur slögt á henni. En ég er hér að lýsa þessu og ég á ekkert einast orð. Nei. Já, svona er þetta búið að vera. Ég þurfi ekkert að lýsa þessu. Ég er svo agndofa yfir þessu bulli. Við erum búin að henda boltanum ég hendi þannig að hann held í 7 sinnum á einhverjum 15 mínútum og svo gerum við bara allt til þess að þeir skori sem allra flestir. Engi vörn og engi sókn. Það er eiginlega betra núna eins og ég svei mér þá, bara bréfaskák eða eitthvað, já. Ég get lofað ykkur því, ég held að það sé alveg klárt mál, þetta getur ekki orðið aumara heldur en það er búin að vera þessar 14,5 mínútur sem er liðinu að leiknum. Staðan er 18:44. Við erum ekki að spila illa, við erum bara ekkert að spila. Punktur. Það er miklu betra. Já, Stulli er þetta með kommenta að sé betri spilamennska í háskólabumbuboltanum fyrir sunnan hjá KFÍ. Ég geti alveg verið sammála því, Stulli. Það líður að vera virkilega slakt til þess að geta ekki lagt okkur á velli núna. Það er alveg að hreinu. Þannig að Jóhannes setur þrist, 47-19. Hjalti Heppinn fór ekki villudæmd á sig í leiðinni. Enginn að hreyfa sig, allir standa, kjörir. Panse. Þetta var svona forced shot hjá Panse. Birgir Björn rétt að starta ykkur frákastið. Þeir gera berjast. Þar fekk ég símtal frá Ingo formanni sem er í útlegði Reykjavík eftir að dómarnir hentu honum og sett á nálgunarbann, 500 km nálgunarbann á hann. Ég fæ þann heiður að vera ok, frákast, nei uppkast. Já, ég fæ þann heiður í hálfleik að vera í líki Ingo formans og öskra aðeins á drengina og það er sko alveg á tæru. Á meðan allir eru að hella sér kaffi hér á eftir, þá eru öll 300 kílóna skauja niður í klefa að hrauna yfir drengin okkar. Þetta er ekki viðunandi á engan hátt. Það eru svona tveir búin að vera hérna í mýflugumynd, Bojan og Birgir Björn. Hinnir eru bara heiladauðir. Fullt af ljósum en það er enginn heima.
Okkur vantar sárlega að fá Sturlu Stígsson hér sem að vann 5 milliguðina held ég einu sinni og svo Jakob Einar vefstjóra. Setja þá í búning og setja þá inn á og sína þessu drengjum hvernig á að taka á. Jæja, sko, ég hef alltaf sagt að með KFÍ við getum skorað fullt af þriggja körfum og við erum með fullt af skiptum og svona, en það bara skiptir engu máli þegar við getum ekki spila vörn. Og við erum ekkert að því núna. Og KR-ingarnir eru að sýna okkur hvernig á að spila. Þetta boltar ganga, þeir eru hreyfanlegir, þeir spila góða vörn, aðaðir í sóknarleikum og eru svo næstu að stela boltanum eins og það. Þetta er virkilega flott hjá KR-ingunum, ég tek hattinn á hann fyrir þeim. Ég hef engan hatt en ég skal samt setja hann á mig og eftir og taka hann á hann. Fyrir ekki einsi minn, ég hef vist að móðga stjórinn okkar sem á að vera heima að læra, en virðist ekki vera að gera neitt með að horfa á okkur, að hann vann 5 milliguðina. Og fyrir þá sem eru þannig í mitt brynni að þeir veit ekki hvað 5 milliguðin er, og þá er það svona skammarheiðusverðlaun Fujiyama hér forðum daga fyrir þann sem að líktist Birgibirni mest í hegðun í sambandi við villurinn og velli. Koma svo strákar, fallegt Róbert, svona aðeins að hreinsa á nefinn á sér. 25-49. Við erum aðeins að vakna til lífsins, og þó að nú væri, að fá 49 stig á okkur. Það er ekki hvernig hálfleikur. Fallegt, svona á að gera þetta, þetta er vörn, svona á að gera þetta. Og þá tekur Benni tíma. Ósátt þegar við skulum vera búin að skora 8 stig hérna á einhverjum 2 mínútum. Ég er alveg hjartanlega sammála honum. Skiptir engu máli hver andstæðingurinn er. Ef það er ekki tilbúin að spila vörn á að skrá, láta það heyra. Og Benni kann það. Já, fyrir ekki, þeir eru alltaf tröfla með hérna Stulli og eins og þeir hafa ekkert annað að gera. Stulli er, fyrir ykkur sem að vilja vita, þá var hann í lögfræði Reykjavík. Ótrúlega satt, þessi drengur vann á bensínstöð og var svona eiginlega frægastur fyrir það að spila með Fujiyama og vera góður tæknimaður. Og Jakob Einar, hann er tilvöðandi tengdasonur minn. Hann á að vera heima að læra en virðist ekki að gera neitt annað heldur en að horfa á og hefði þá bara betur verið hérna hjá okkur og stjórnað tækniliðunum. En 5 milliguðinni var það fyrir að vera grófasti leikmaðurinn hjá Fujiyama. Og þeir veittu verðlaun fyrir það, það sýnir hvers konar leikmenn þeir voru. Komið svo, jæja, Róbert kemur hér upp, aðeins smá líf, þeir eru kannski á vakna núna drengir. Við hefum verið að spila leikina klukkan 8 og klukkan er 12 mínútur í, þannig að þetta eiginlega passar. Við erum að vakna, KR-ingarnir eru vanir að spila alla leiki sína korter yfir 7. Þannig að Róbert aðeins of glassið. En hann er allan að reyna og þetta er allt annað að sjá til strákana núna. Hristir með þrist, hittir ekki. Róbert. Æjæjæj. Villa, 2 skot. Róbert er að komast í gang. Sko, þeir eru kannski að fatta það núna. Þetta eru bara körfuboltastrákar alveg eins og þeir og það þarf bara að sýna smá vilja og smá metnað til þess að spila á móti þeim. Þetta er engin endilega vísindi. Þetta eru bara 5 leikmenn á móti þér og svo er 1 bolti og svo ætti að setja núna í þessa blessuðu körfu. Þannig að þú þarft hins vegar ekkert að hjálpa þeim við að gera það aðstæðingunum. Þú þarft ekkert að rétta þeim boltan og segja þeim að koma. Það er það sem þeir eru búin að gera hérna í fyrri hálfleik. 2 mínútur og 25 sekúndur eftir að fyrri hálfleiknum. Staðan er 27-49. Það örlaði pínlítið fyrir smá varnarleik. Þangað til núna þegar þeir gleyma Jóhann sem má alls ekki því að hann hittir eins og veit ekki hvað hafði hann látið inn í friði eins og þeir ætti að vita.
Staðan 27-52 fyrirgefðu. Og Pansi hendir boltanum út af. 2 mínútur eftir að 4 hálfleik. Káran ekki gert upp. Jóhann tekur annan þrist. Þristur ekki. Róbert tekur frákastið. Fer upp völlinn. Fer upp sjálfur. Þristur ekki. Já, Róbert, þetta ákvörðat það sem átt að vera að gera. Dræfa körfuna, fá þessar villur. Og þá segir Benni hingað ekki lengra, setur Afi inn á. Og fyrir þá káringar sem eru að horfa á þá ég að segja það ég gríðarlega hrifinn af þessum leikstjórnanda Afi Vogler. Ég finnst hann alveg frábær. Skemmtilegu drengur. Róbert setur bæði honni. Gott. 29-52. Já, ég endurtaka það sem ég sagði á hann. Með Jóhann. Og með vörðin á hann. Nei, ég ætla að sleppa þig. Nenni ekki endurtaka mig. Jóhann í þrist. Yttir ekki, þetta var ekki gott skot hjá honum. Róbert upp völlinn. Róbert á Birgi Björn. Birgi Björn lætur hirða sér boltan. Vogler. Jóhann í þrist. Yttir ekki, Afi tekur boltan. Sirkuskarfa hjá KR-ina. Þeir fá líka. Diego upp völlinn. Róbert í þrist. Hittir. 32-52. Pínlítið svona vottur af því að við séum að komast í gang en vörnin skiptir máli. Nú þurfum við að sýna smá karakter. Káringarnir eru ekki að taka góð skot þessum stundina. Þetta ekki góð leikur af þeim. Við hins vegar erum aðeins á vaktandi vísir. Róbert aftur í þrist. Hittir ekki. Risti upp boltan. Gefur á Pansa. Pansi stillir upp. Pansi á Risti. Risti aftur upp. Gefur á Birgi Björn. Já, Birgi Björn. Hann að virkilega hafa fyrir hlutunum að undir. Sótti villu, á línunni. Getur sett niður fyrra. Aðeins og langt. Setna. Honni. 33-52. 19 stiga munur. Pínu lítill andi í liðinu núna síðustu 7 mínúturnar. Eða síðustu 6 mínúturnar. Og fólkið hérna sem eru að horfa á aðeins að taka við sér líka. Já, Ingólfur er að segja að þeir séu heldur að laga strákarnir. Já, ég svona á því að þegar að liðið að vinna okkur með 30 eitthvað stigum í fyrri hálfleik þá má það vera helvíti djöfulslátt ef við reynum ekki að taka pínlítið á því. Við erum búin að reyna að gera það núna síðustu 6 mínúturnar. Og þetta svona þetta pínlítið skára þótt að þetta sé ekkert rosalega gott heldur. Þá erum við að skora 33 stiga en við erum að fá okkur 52 og það er bara það er 20 stigum og mikið að mínum mati. Alveg gjörsamlega 20 stigum og mikið og þetta eru 20 stig sem við bara afhentum á silfurfati. Það er búin að gerast oft hjá okkur í vetur að við hendum boltanum í hendurnar á þeim eða tökum léleg skot og fáum hraðalpi beint í hendurnar á okkur. Og við verðum að fara að hætta því. Jæja, við erum að spila hérna, ætlum að spila stígavörn, 33 sekúndur eftir að fyrri hálfleik, Afi með boltan, 14 sekúndur eftir á skotklukkunni hjá KR. Afi sækir inn prikkir, Afi sækir inn miðuna, fallega gert, Jóhann skorar.
10 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. 33-54. Hanse með þrist. Fallegur þristur. 1 sekúnda eftir. Ok, þetta er flott. Ég ætla að fara niður að þetta öskra á mannskapinn. Við sjáumst í seinni hálfleik.